Já, komið sæl. Við höldum áfram hérna. Nú það heimsmeistaramótið í fótbolta og íslenski fótboltin. Það mikið að gerast. Til að ræða þetta við mig, reyndasta íþróttablaðamann landsins, að ég held það Víðir Sigurðsson. Verður velkomin. Takk fyrir. Já, það mikið að gerast fram á næstunni. Já, það lífulegu tími að fara í hönd núna og þegar að HM byrjar á 15. Já. Það bara samfellt í rúmar 5 vikur. Já, og það Mexíkó og Suður-Afríka, ekki? Jú, það upphafsleikurinn sem Mexíkó og Suður-Afríka, já. Hann á, ef ég maður rétt, 7 á 15. Já, þetta fyrir fótboltadáendur, þá skiptir þetta miklu máli. Þetta gaman að þessu. Já, þetta kannski ekki framan að, sko, en þetta ákveðin veisla á 4 ára fresti. Þetta svolítið öðruvísi núna og þú segir ekki framan að. Það nákvæmlega eins og þetta kannski þetta verður svolítið öðruvísi núna því þetta miklu stærri keppni en hún hefur verið. Já. Og það 48 lið, voru 32 áður, þetta svakaleg fjölgun. Já, alveg. Og þannig að þetta byrjar á riðlakeppni sem kannski ekkert rosalega spennandi, þannig séð. Verður það náttúrulega þegar líður á hana. En þarna verða eitthvað 72 leikir á 17 dögum núna framöndan. Wow. Sem snúast bara það að sikta út þau 32 lið sem halda áfram. 16 lélegustu liðin fara heim og þá í raun finnst mér að keppnin byrji. 28. júní, þá verður búið að sikta út. Þetta eitthvað peninga mannlega? Akkur gera þetta? Já, þetta það náttúrulega pottþétt vegna þess að fleiri þjóðir, það bara meiri áhorf og fleiri, þetta bara, það meiri áhugi út En hvernig var það þegar við fórum í lokakeppnina? Það var bara venjuleg 32 liða. Já, ekki? Jú. Já. En þetta nú kannski líka þannig að Evrópa nýtur alltaf síst góðsa fjölgun á HM því það alltaf verið að leiðrétta gamla svona vanuppstillingu á keppninu þegar að Evrópuþjóðurnar voru dominerandi og voru kannski 13 af 16 eða eitthvað svona eins og þetta var alltaf að byrja með. Já. Þannig að svo náttúrulega Suður-Ameríka hefur náttúrulega verið Já, eftir þessu að fjölga upp í 32 sérstaklega þá eru alltaf 6 Suður-Ameríkulið sem hafa verið inni og það var svona viklu eðlilegra núna seinni árum. Með stórstjörnur? Já. En það ekkert svolítið núna? Hvað? Brasilía, Argentína, hverjir eru svona? Þú horfir á Brasilíu, þar það kannski Vinicius Junior hjá Real Madrid sem svona þeirra stærsta stjarna í dag og Argentína náttúrulega með mæta með Messi en það við höfum eftir að sjá hvað hann gerir og hvernig þetta Argentínulið spjara sig sem náttúrulega sprungu gjörsamlega út í Katar fyrir 4 árum. En í Evrópu það þá helst frakkar þjóðverjar? Já, við erum að tala Spánverja frakka. Spánverja frakkar, englendingar þjóðverjar, það eru kannski þessar 4 þjóðir. Holland að sjálfsögðu sem góða minningar hollenskan lið. Já, Holland lið sem hefur alltaf burði til að ná langt, vantar svona herslumunin. Já. Svo kannski liðið sem hefur valdið mestu vonbrigðum núna í seinni tíð alltaf, það hefur verið Belgía þegar þeir hafa verið svo vel mannaðir alltaf. Já. Núna hafa þeir svona svolítið læðst með veggjum en svo þegar maður fyrir að kíkja á það, þeir eru með ansi gott lið og þeir hafa ekki tapað bara landsleiki meir en 2 ár. Þannig að belgarnir gætu kannski komið pínlítið óvart núna. Svona miðað við Nú teljast þeir nú ekki meðal stórþjóða. Nei, en þeir voru svo geysilega vel mannaðir núna í öllum mótum núna undanfarið svona 10-12 ár. Þessi gullkynslóð þeirra sem að svona átti að færa þeim bara hreinlega titla sem að komu aldrei. Það voru fá lið tíma eins vel mönnuð og belgíska liðið. Nei. En þeir einhvern veginn klúðruðu alltaf þegar Hólmið var komið. Já, það bara ekki alltaf nóg. Nei, og svo getum við alltaf það talaði Argentínu og Brasilíu en það eru oft aðra þjóðir í Suður-Ameríku sem að ná svo að fara langt. Já. Sjá Kólumbía og sem að geti gert skemmtilega hluti. Við vorum að tala saman hérna áður en við fórum hérna í upptökuna þá voru að tala keppnina 1970 í Mexíkó. Var ekki 70? 70. Já, 70.
og þar sko var Pelé svo góður að sko mín kynslóð ég hef bara fyllt sko og þá verði ég að fara að halda með Brasilíu sko. Já, þarna svona fótboltinn að taka gríðarlega stórt stökk í vinsældum á alþjóðavísu bara gegnum sjónvarp og slíka útbreiðslu og þarna verður Pelé svona, hann var búinn að vera stjarna í 12 ár og þetta er síðasta mótið hans en þarna virkilega sjá hann allir svona meira og minna með hvernig þetta hafi verið áður sko 58, 62, 66 en þarna 70 hann var lítið með 62 reyndar. Já, hann missir af talsvölda þeirri keppni, hann slæri gegn 58 sem 17 ára en 70 þá vinnur þetta frábæra brasilíska lið. Já, hann var ekki eina stjarnan í liðinu sko, alls ekki. Alveg frábært lið. Þetta var gríðarlega velmannaður og með hann svona sem algjörlega lykilmann. Þetta var hann gerður svona sendherra fótbollans bara þegar hann hætti og hann bara FIFA notaði hann. Já, hann var náttúrulega að ferðast út um allt. Hann vann fyrir FIFA. Hann var bara gífurlega vinsæll, kom hingað til Íslands og víðar og var bara mjög góður erindreki fótbollans svona á heimsvísu. Já. Hann var ekkert eins og Maradona, engin vandræði. Sko. Þetta voru náttúrulega eins ólíkir tveir karakterar og hefðu getað en áttu það sameiginlegt að vera algjörir snillingar í fótbolta. Já. En eitthvað þjóð heldur þú helst í þessu? Sko ég eins og margir fleiri Íslendingar, maður er alltaf að vonast eftir að englendingar nái loksins að fara alla leið og það eru alltaf sömu vonbrigðin í hvers skipti. Þeir eru alveg, sko við megum ekki gleyma þeim samt í þessar upptalningu á liðum sem að gætu á góðum degi unnið svona keppni því að sjálf þetta er útsláttarkeppni og þetta snýst að hitta á rétta leik á réttu tímum á til rétta mótherjanum. Enska liðið er geysilega vel mannað og þeir geta unnið hvenær sem er. Þannig að við skulum alls ekki afskrifa þá einhvern veginn þá hefur maður alltaf haft þessa taug til englendinga. En er ekki Markvarslan svona mestu höfverkur þar? Er ekki súperstjarn í markinu? Nei, það er náttúrulega með reyndan markmann í Jordan Pickford hann er svona ólíkindatól þú kannski veist ekki alveg 100% alltaf hvað þú hefur hann en svo náttúrulega er maður alltaf veikur fyrir hollendingunum líka. Jú. Það er alltaf gaman þegar þeir ná langt. Langt síðan þeir voru alveg frábæri sko. Já, þeir spila yfir skemmtilega fótbolta. Ég er alltaf svo leiðilegur, ég held alltaf með þeim sem eru minnimáttar. Já. Alltaf þegar er og þá fær maður oft sko augnablik til að vera mjög glaður eða ánægður með... Ég kannast við þetta og ég akkurat núna í 48 liða keppni þá sakna þess að heila lið sem hefur oft verið mitt lið á HM svona innan gæsalappa það komst ekki þetta sinn sko, það Costa Rica. Ég hef alltaf haldið svona þeir slóu náttúrulega í gegn var ekki HM í Brasilíu sem þeir fóru alla leið í 8 liða úrslit. Með markmannin sem var svo Real Madrid. Já. Og algjörð ólíkinda tól. Þeir höfðu áður sko einhvern veginn höfðu þeir alltaf ég hef alltaf einhvern hluta vegna haldið með þeim í þessum mótum. Og núna þegar sko Norður- og Mið-Ameríka frékk fleiri þjóðir en nokkur sinni fyrir því að mótið haldið þar að þá komust þeir ekki í gegnuna. Þá kom bara lið eins og Haiti og Curaçao í staðinn. Já. Þannig að það er svona til dæmis ég hef alltaf haft erfitt með að halda með þjóðverjum nema þá bara í handboltanum að það er sko íslenski þjálfarar sko eitthvað svona sem er það sjá nærða það og hver sittur upp á slið þarna og allir ekki brjála að gera út um allan heim að selja landsliðstreyjur. Já. Þetta er gríðarlegu business. Varstu úti þegar Ísland fór í Ég var í Rússlandi 2018, já. Ég var á öllum leikjum Íslands þar. Ég var þar í vinnunni bara og fylgdi íslenska liðinu þar og var þar á meðan það var í keppninni. Og það var að sjálfsögðu ótrúlega upplifun út af fyrir sig að það var eitthvað sem maður sá aldrei nokkuð tíma fyrir að maður ætti eftir að gera. Það verið að fara á heimsmeistaramóti í fótbolta að fylgja íslenska landsliðinu. Já, hugsaðu mér. Það var bara eitthvað
Við hjóni vorum svolítið á Spáni tímabili og spiluðum mikið golf og stundum við Englendinga og það var að Ísland hefði unnið England. Þeim fannst þetta svolítið sætt, sko. Þau voru ekkert svona þeim fannst þetta svolítið sætt, sko. Svona mikil barátta í liði og svona, það heillar, sko. Já, ég held að mjög margir englendingar hafi þrátt einmitt akkurat á þennan hátt heillast af íslenska liðinu á þessum tíma þrátt fyrir úrslitin, sko. Og það var þetta að segja að Íslendingar í heildina verið jafn margir og íbúið Coventry. Já. Það var sem alveg. Það er fræg samlíking. Coventry. Íslandi, það er eins og Coventry á Englandi og Bonn í Þýskalandi. Já. Þetta er mikil vista framöndan en byrja bara rólega, segirðu? Já, það eru ekki margir leikir í þessari fyrstu umferð sem heilla mig neitt sérstaklega og maður horfir á bara núna fyrstu umferð sem við spiluðum fyrstu 5-6 dagana að þá eru ekki margir leikir sem maður mun alls ekki, maður finnur alls ekki að vaka eftir leikjum til að byrja með, það eru nú einhver spennandi leikir á nóttunni framan af. Fyrsti svona virkilega spennandi leikur sem ég sé þarna er Brasilía-Marokko, hann er á laugardagskvöldi. Marokko er náttúrulega bara eitt af stóru bara liðunum eftir framistöðuna síðast og þau mætast á laugardagskvöldið. Holland og Japan þau mætast sem að getur orðið áhugaverður líka og svo er England og Króatía. Þessir þrír, minnir hans sé á 17. júní fyrsti leikurinn í þeim riðli. Þetta eru svona þessi þrír leikir sem ég hef pikkað út úr í fyrstu umferðinni þar sem að þessi 48 lið, það eru þá 24 leikir í fyrstu umferð og svona, ég segi þessi þrír og svo svona bara fylgist maður með öðru og svona bara eftir hendinni. Daginn 16. júní þá er stórleikur á Íslandi, það er Víkingur og KR. Það er Víkingur og KR. Þetta er sami dagur og Ísland mætti Argentínu á HM í Rússlandi 16. júní. Nú er það? Já, sama dagsetningin. Víkingur og KR, hann er næsta þriðjudagskvöld. Já. Og skemmtileg lið. Já, þetta er búið að vera þau lið sem að hafa virkilega bara verið sýnt bara liggur við 100% framistöðu það sem að er. Og það verður gríðarlega áhugavert að sjá þau mætast og sjá hvernig KR-ingar munu spila í Fossvoginum og hvernig Víkingum mun ganga að eiga við þennan fótbolta sem KR-ingar spila. En fyrirfram myndum við nú veðja á Víking. Þeir eru alltaf líklegri í svona. En við sáum til dæmis þegar að eina tapið á KR-ingum á móti Breiðabliki. Það var agalegt. En það er bara þeir ætla sér að spila þennan fótbolta og þeir gera það og þegar tapið kom þá var það 6-3 það er svona fórnirna sem færa með því að spila á þennan hátt. Ég veit að Óskar Hrafn vill miklu frekar tapa 6-3 heldur en 3-0. Það er alveg hreina línur. Það er mikill munur á því. En samt 6 mörk eru alveg glás. Já, sjálfsögðu. Það finnst okkur KR allan. En þegar þú ert að skora alltaf 4 og 5 sjálfur þá svona breytist það nú aðeins, sko. Og gerir þetta allt skemmtilegra líka. Já, það er nú það sem er bara eiginlega skemmtilegt við þetta Íslandsmót sem hingað til allavega. Það hefur verið skorað mun meira mörkum heldur en undanferð, ekki bara í þessum leikjum. Við erum að horfa á bara ótrúlega markaleiki hjá öðrum liðum. Miðað við stöðuna eins og núna þá er það að mínu viti KR og Fram sem að er svona með jákvæðastu framistöðuna með að við rekna var með. Já, og Fram hefur komið mjög skemmtilega úr finnst mér. Það var svona, við vorum svona að horfa á þá bara í þessari baráttu áframum að ná að vera í topp 6 en þeir eru bara búinir að virkilega koma sér vel fyrir í þriðasætinu og ná þarna einhverju 5 stiga forskoti á Breiðablik og Val. Svona forskot er reynda fljótt að fara ef menn tapa leik. En eftir sem áður þetta og þeir skora mörk, þeir eru búin að skora eitthvað 25 mörk, þannig að Kenny Tjópart. Kenny er búin að vera frábær. Hann verður bara betri með aldrinum. Hann er sko
varðamaður og hann markastur liðinu og meðal markastur mannana í mótinu. Já, það eiginlega erfitt að bara setja fingur á það hvaða stöðu Kenny eiginlega að spila vellinum, hann allstaðar. Já. Hann hann kannski stilt upp í sem varnarmann eða bakverði og hann mættur inn í teig bara líka við þegar hún sýnist og hann ótrúlega yfirferð og útsjónasemi. Hann og Rúnar þjálfari hafa svo sem oft látt samstarf, sko. Já. Hann kannski nær Rúnar því best út úr honum núna. Það sýnist mér. Hann allavega að blómstra sem aldrei fyrr. Já. Hlýtur mjög gaman hjá þeim. Já. En svo KR, það náttúrulega þeir björguðu sig frá falli í síðasta leik á síðasta móti í fyrra. Já. Og nú bara búið að stíga en hún bara stórt skref í deildinni. Já. Þetta magnað. Já. Og mér finnst það og heitir hann Aron Sigursson. Já. Hann með glanstímabil. Já, hann sennilega búin að vera besti leikmaður deildarinnar hingað til. Já. En hann eitt valinn í landslið? Sennilega, nei, hann svona Arnar hlýtur nú að vera með hann á blaði hérna hjá sér mjög nálagt í að vera inni eins og staðin en það náttúrulega hörð samkeppni akkurat á þessum þarna margir okkar bestu leikmennum að spila í hans stöðum, þannig að það alveg skiljanlegt. Já. En það gott að sjá það að leikmenn hérna í deildin hérna heima séu að setja pressu á landsliðsþjálfarann að gera tilkall til að komast í liðið og það er bara frábært. Já, þetta óvenju stór hópur sem veigum að frambærilegu mönnum. Já. En eitt, sástu í sjónvarpinu Ísland og Úkraínu í kvennaboltanum? Já. Þetta fannst mér leiðinlegu leikur. Ég ég horfa á kvennalandsliðið í sjónvarpinu alltaf og svona frekka jákvæður, en þarna fannst mér bara þetta að vera lélugu leikur. Já, það var svolítið, þetta var svona markaðist af taugaspennu. Það var svona ekta taugaspennu leikur, Úkraína varð að vinna og íslenska lið þurfti bara að passa sig á því að tapa ekki leiknum. Það gekk út á það og þannig leikir eins og bara við vitum, þeir verða ofta ekkert mikið fyrir augað. Nei. Þetta var svolítið öðruvísi leikur má segja svolítið öðruvísi að sjá íslenska lið þegar Sveindís ekki með. En hins vegar eigum við þarna alveg allt í einu ótrúlega tæplega 18 ára gamla leikmann, Telmu Karen Pálmadóttur sem skoraði þarna sigurmarkið. Að hún að slá í gegn í Svíþjóð og að slá í gegn með landsliðinu og óbáslega fljót og skemmtileg og hún háfætt skreflöng tekur hún stakk sér skemmtilega inn fyrir það og gott vald á bollunum í upplifinu. Þarna erum við að eignast bara gríðarlega spennandi leikmann. Já. Og það verður bara ég alveg sammálaður, það margt gott við liði og til dæmis Glódís Perla það fyrirliðin bara frábær leikmaður. Já, við sjáum bara það er hún sem stoppar nánast hver einu skottilraun hjá Úkraínu í þenni leiknum, hún bara mætt á staðinn og það er skotið í hana. Var ekki við hverja voru að spila á Laugardalshöllinu þegar hún náði að bjarga á línunni með ævintýralegan háttar? Það var Þýskalandsleikurinn, var það ekki fyrir 2 árum? Já. Þegar það er unnu Þýskaland. Já. Já, það er svona einhver ævintýralegasta björgun sem maður hefur séð í landsleik. Já. Það er búið að spila það aftur og aftur. En það er eiga náttúrulega gríðarlega erfið að leika annað kvöldamóti heimsveisturinn Spánar. Ég það voru á hans að. Og sem betur fyrir það er ekkert undir, það er búin að ná sínu markmiði, það eru komnar í umspil nummer 1 sem var markmiðið. Það var að vera fyrir ofan Úkraínu og komast í betra umspilið. Þar með eru möguleikirnir á að komast á HM á næsta ári miklu meiri. Þannig að þá forðast þær að mæta bestu þjóðunum í seinni umfyrir umspilsins eða komast gegn það fyrri. Þannig að þær eru búin að gera það og hún þurfaði bara að njóta þess að spila á móti Spánverjum að svo miklu sem hægt að njóta þess því að Spánn verða með boltan í 85 mínútur að 90. Þetta er besta landslið heims. Er ótrúlega... Það hlýtur að vera gaman. Já. Þurfa ekkert enn til að Sigurinn geta bara farið afslappaðar inn í leik gegn
besta liði heimi. Já, þær þurfa bara að verjast og síðan bara nýta þau tækifærið sem þau fá, því að þau munu fá sjensa, þurfa þá að nýta þá. En það ekkert grín að spila mót þessu spænska lið sem var að vinna England núna 4-0 sko. Og Spánn og England eru 2 bestu liðin í Evrópu. Og England átti ekki sjens í þess. Sem sagt það má bara fara að lesa spólu. Þeir síðustu leikið hjá Spánn í riðlunum, 5-0 móti Úkraínu, 4-0 móti Englandi. Ég held að Hemmi heitin Gunn hafi ekkert verið að vitleysast með það, hann sagði mér svo oftar einu sinni, að hann var eini sem meiddist í fyrsta kvennalandsleiknum. Já, ok. Vissum þetta? Komdu með það? Já, sko, hann og Hensson, þeir setti sér það að fara á kvennalandsleikina. Og þeir eru upp í stúku og boltan sparka í stúku í andlit og Hemma Gunn sem nefbrotnaði. Nei, þetta var ég ekki búin að heyra. Nei, hann er búin að segja, hann sagði mér svo oftar en einu sinni og það hafði mjög gaman að þessu. Aldrei meiðst í landsleik nema sem áhorfandi fyrsta kvennalandsleiknum. Hemmi hefur skemmt sér við þessu. Það er margt breyst sko í þessu. Þetta eru frábæra fyrirmyndir sem stelpur hafa. Já, og það er bara gaman að því og sérstaklega einmitt þær geta bara hort á íslensku landsliðskonurnar og mætt á landsleiki og sé þarna bara fyrirmyndirna sínar. Já, sáum líka þetta bara svo fallega myndir frá Ásvöllum þegar að Sara Björk kom heim. Já. Þetta er svo flott, mann fer í Hauka þó sé í næst efstu deild sko. Já, þetta er vel gert hjá Söru að slúta ferlinu svona. Bara það sem maður byrjaði. Þetta sló hún í gegn 16 ára. Búin að vera núna einhver 16 ára í atvinnumennsku bara með magnaðasta feril sem íslenska knattspyrnuskona hefur átt. Og hún kemur heim og fer í uppeldisfélagið í næst efstu deild. Það er ekki sko. Nú er 35 ára, núna ábíl í toppformi sko. Já, Sara er alltaf í formi og opaslega kröfuhörð á sjálfa sig og aðra og hún á eftir að draga þetta Haukalið yfir þröskulda þegar hún byrjar að spila með þeim í sumar og þeir munu njóta þess að hafa hana með sér þarna. Já, það heldur enginn sko sér góðum svona lengi nema vera með sko takket alveglega. Já, þetta er hvað borðar og hvernig hreyfir sig og allt þetta. Þetta er gríðarlegur ægi sem að fylgja þessu og Sara er akkurat eina af þeim sem hefur komist þetta langt á svakalegum sjálfsaga. Hún er búin að spila þetta með bestu leikmönnum heims og trekk í trekk með sínu félagsliðum og spila til úrslitaði meistaradeildinni og allt þetta, þannig að það er magnað fyrir þessar ungu stelpur í Haukum að fá hana sem samherja. Já, það lítur að sko alveg bara tilhlökkun á þeim að spila bara fyrsta leikinn með henni. Já. Þetta verður fyrstmynd, en þetta er svona jákvæð sem er að gerast í þessu og fyrir kvennafótboltan sem að er fínt sko, mjög gott. Já. Mér þetta breytast líka með þessu Íslandsmótinu, það er ekki bara Breiðablik og Valur. Nei, nú er þetta Breiðablik FH og Þróttur virðist vera, svona sem stefnir í að séu bestu liðin þar. Þau voru 3 efstu í fyrra og ég held að Þróttur og FH þau geta bæði ógnað Breiðabliki mikið núna seinni hluta mótsins, sérstaklega FH svona eins og staðinu núna og Þróttur er með gríðarlega vel mannaðan hóp sem á eftir sem ásvöldi inni. Það er eina félagi sem að ég hef keppt fyrir, sko, það er Þróttur. Það er Þróttur. Já, bæði fótbolta og handbolta. Já, káringurinn sjálfur. Já, við byggum í ljóseimum og það var beint við, sko. Já, eðlilega. Já. Mér fannst það bara virkilega gaman, sko. Já, það er mikið að gerast í Þrótti núna. Já, loksins. Bæði þeir eru núna efstir í fyrstdeildinni, kalla, og eru í baráttu ættu að vera í baráttum Íslandsmeistaratitil kvenna, þannig að það er bara bjart yfir Laugardalnum eins og staðan núna. Já. Völlur mikið notaður. Það er búið að spila landsleiki núna í vetur, ekki kvennalandsleiki? Jú, kvennalandsleiki spilaði þarna í síðasta vetur og meðan var verið að síðasta vor og meðan var verið að bíða eftir Laugardalsvellinum. Já. Þannig að það er mikið. En þú sagðir áðan að
Aron í Kára væri svona búin að vera sem bestu leikmannunum. En hvernig með Gylfa? Gylfi búin að vera mjög góður með Víkingi. Já. Og það er líka svo gaman að sjá hvað Gylfi í ofbáslega góðu líkamlegu formi. Það er bara eins og hann sé að taka skrefin núna að verða yngri með hverju árinu. Að þú haldið það að hann komin á þennan aldur og að spila hérna heima í deildinni að hann væri svona meira í að segja mönnum í kringum sig að gera þetta og gera þetta og hlaupa þangað. En það er hann sem að ef að boltinn tapast eitthvað staðar við vítateig þá sérðu hann á flegi ferð aftur að eigin vítateig til að sækja boltan aftur. Og þetta gerir hann bara trekk í leikjunum og blæs ekki nös. Og Gylfi bara greinilega í óbáslega góðu formi og nú er hann akkurat í landsliðinu fyrir leikin gegn Argentínu annað kvöld eða aðra nótt þar sem að Ísland mætir heimsmeisturunum. Þetta er náttúrulega skemmtilegt að við erum að fara að mæta heimsmeisturum annað kvöld bæði kalla og kvennalandsliði. Já, segðu það einmitt. Það er náttúrulega einstakt. Já, þetta er einstakt. Kvennalandsliði klukkan 7 á Laugardalsvellinum og svo klukkan 1 nóttina þá er það Argentína Ísland. En vonbrigðin til dæmis í kallaboltanum hérna heima, er það Stjarnan eða hvað? Já, Stjarnan, það er talsverð vonbrigði eftir miðað við hvernig þeir byrja vel, vinna þarna 2 leiki í byrjun og það lítur vel út hjá þeim, sterkur hópur og bara góðir einstaklingar og allt það, en svo bara fer allt í baklás. Það má alveg segja þeim þetta til varnar að þeir hafa lent í talsvert miklu meðslum, þeir hafa mist marga góða leikmenn út og spurning hvernig þeir svona hvort þeir séu að svona í þessu landsleiki hliði núna að svona ná þeim saman aftur þeir eru búin að tapa náttúrulega allt á mörgum leikjum til að blanda sér á alvöru í einhverja titilbaráttu sem að margir spáðu þeim. En þeir eru í bikarkeppninni? Já, þeir eru í bikarnum. Það getur orðið þeirra vettvangur að fara bagdýla liðina inn í Evrópukeppni. En eflaust er einhverju það sem að vilja að Jökull hætti sér þjálfari? Það er alltaf þegar svona gengur. Það er búið að vera að pressa á Jöklinu í dálítinn tíma að fara að skila einhverju. En það er bara eins og fótboltinn er. Það er nú eitt góður á lausu. Freyr Alestaðsson. Já, nú er Freyr allt í nálausu. Það er fróðlegt að sjá hvert hann fer næst. Það er svolítið hörð refsing, sko. Já. Hjá Frey? Já. Það er ekki Brann? Jú, hann er með þá í bikarúrslitum bara daginn og fer með þá áfram í Evrópukeppni í vetur. Svo bara er vondur kapli hjá þeim á sama tíma núna í deildinni í Noregi og þá bara pressan er svo mikil í Brann að það er alltaf verið að tala norska meistaratitilinn þar þó það sé ekkert sérstaklega raunhæft. Nei. Og þeir eru dottnir út úr, þeir eiga enga möguleika þar lengur eftir að hafa tapað allt á mörgum leikjum núna framan af. Og þar með er bara létuður Frey fara. En það var engin hægt á liði myndi falla, ekki þannig? Nei, þeir eru bara miðja deild sem er bara ekki ásættanlegt í Bergen. Já, það stundum, ég segi káringum að það stundum að býða það af sér, sko. Já, þeir voru greinilega ekki tilbúin til að býða það af sér. Nei, sem er svolítið furðulegt, sko. Ekki nú hafið eitthvað ákveðin til að taka við. Málið var bara samt að Freyr var þarna í einhverju ótrúlegasta umhverfi sem er til á Norðurlöndum. Og áhugin í kringum Brann er svo brjálæðislegur þarna í Bergen að það líkist ekkert neinu öðru, sko. Það er þarna strákar sem hafa verið hvarla að spila þarna þegar þeir bara mæta þarna flugvöllina þá bara eru þar múgur og markmenni og allir fjölmiðlar, mögulegi fjölmiðlar sem eru mættir til að tala við þá og pressan og áhugin og hvernig er fylgst með þessu liði. Það er ekkert í takti við neitt sem við þekkjum nema bara eitthvað staðar sunnar í Evrópu, sko. Já. Það var eins og Káir var að spila, ég man ekki hvað liðið frá Tyrklandi og forsvarsmenni kom alltaf með eins og sko, og það er svona fín visla og þá er Káringarnir að segja sko, við þá að stuðningsmenn séu svolítið erfið núna, gengur ekki nógu vel og þá var Káir einhverju spá vandræðum sko.
og þá þeir jafnvel sko hafi verið púað eða eitthvað sko og þá það með þessu púa okkur þeir grýta á heimilin okkar það gengur ekki vel Já, Tyrkir eru náttúrulega alveg sérstakir í þessu mæta bara heim Já. Út á fótbolta. Þetta svolítið annað umhverfi. Herðu það núna bara snýst sólarringu bráðum, snýst sólarringun eitthvað við, þetta verður allt í klessu. Já, en maður lætur að fara rólega í klessu. Ég ætla ekki að vakna til að horfa á Írak og Grænhöfða miðjan nótt sko. Ég lofa þér því. Nei. En ef þessi lið komast í 32 leið úrslit, þá lætur maður sig kannski hafa það. Já, en það talandi líka, það svolítið, sko, Mexíkó. Sko, þó ég sé nú ekki mikið hrifinn af svona bandarískum bíómyndum, þá samt, sko, hafa Mexíkóar verið gerðir af svona letingjum alltaf, sko. Og, þú veist, það búið búa til einhverja mynd af þessari þjóðu, þetta sé bara eimingjar sko. Sofandi undir stóru stráöftunum, það er svona teknimyndafílingur. Og þess vegna það er að rétta þeirra hlut svolítið, þess vegna heldur svolítið með landsliðinu þeirra. Já, þetta er náttúrulega bara eina af þessum mítum bara sem er erfitt að hrista af sér sko. Já, þetta er áratugi. Mexíkó hefur alltaf átt ágætislandslið og verið svona alltaf svona eitthvað starf á mörkunum með að meika það sko. Þeir hafa verið í 16 liða úrslitum, jafnvel upp í 8 liða úrslit og svona í gegnum árin og í Mexíkó er alveg svakalegur fótboltaáhugi. Þetta er náttúrulega þjóð sem er búin að halda HM í tvígangu. Já, alveg rétt, auðvitað. Þannig að það er mikið hérna. Það er mikill grunnur þarna. Þetta er mikil fótboltaþjóð. Herðu, Víðir, ég ætla að þakka kærlega fyrir komuna. Ég væri kannski að hóa í þig aftur, þetta fer alltaf að rúlla. Mín er ánægjan. Já, sömulegis vinnur. En Rauðaborið heldur áfram eftir eitt augnablik. Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á Samstöðinni er fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili. Og þá er dagskrá okkar hér við Rauðaborðið á Samstöðinni lokið í kvöld. Við þökkum ykkur hlustendum og áhörundum kærlega samveruna og minnum ykkur á að vera duglega að deila okkar efni, þar að segja því efni sem ykkur líkar á samfélagsmiðlum. En ég heiti Björn Thorláksson, við förum aftur í loftið klukkan 8 annað kvöld með nýjan þátt, verið sæl.